Ok, við skulum halda áfram þá og reyna að finna þefinin viðnámið og skulum aðeins taka til hérna, svona. Ok, við erum búin að finna hæstu mögulega spennuna yfir þessa 2 punkta hér og við fundum að hún er 20 volt. Og við þurfum núna að finna, til þess að búa til þefinin jafngildismynd, þá þurfum við að vita spennuna og við þurfum að vita viðnámið. Þannig að ef við skoðum þessa punkta hér, það gilda auðvitað sömu reglur og alla aðra staði í rásinni að Ohms lögmálið gildir fullkomlega. Þannig að ef við vitum til dæmis 2 hluta, ef við vitum til dæmis strauminn og spennuna, þá getum við vita viðnámið, ef við vitum viðnámið og strauminn, þá getum við vita spennuna og svo framvegis. Þannig að það er vissulega hægt að fara og finna viðnámi hér, en út af þessum félaga hér þá er það afar erfitt, þannig að ég myndi frekar reyna að finna hæsta mögulega strauminn sem fer þarna í gegn. Þannig að við skulum taka þess til aftur. Þannig að það segir svolítið sjálft að ef ég veit strauminn og ég veit spennuna, þá get ég fundið viðnámið. Þannig að hver er hæsti mögulegi straumur sem getur farið hérna niður? Jú, það hlýtur að vera, ef ég skamhleypi bara hér, það hlýtur að vera hæsti mögulegi straumur sem getur myndast í þessu bransi hérna. Þannig að ég ætla bara að finna strauminn sem fer í rauninni hér, og ef ég finn strauminn sem fer í gegnum R4, þá hlýtur það að vera sami straumur og fer hérna niður. Þetta er vissulega raðtengt hérna niður. Þannig að hér er enn og aftur hægt að fara margar leiðir, en ég er að spá ég að nota bara Mørkvastraums aðferðina aftur, því að ég get strax tekið einn hérna út. Þannig að ég segi bara strax aftur í 1 er saman sem 5 ampere. Svo er ég með einhvern hér, ég er með einhvern hér og nú er ég með einhvern hérna í viðbót. Af því að ég skamhleypti hérna í viðbót, þá er ég með 1 Moskva í viðbót. Þetta er E2, E3, E4. Og ég byrja að fara strax aftur. Ég ætla að fara bara í Moskva 2, sem er þessi hér. Og ég fæ 4, E2, -5, alveg svo áðan, pluss ég komin hingað, 2, E2 mínus gaurinn sem kemur á móti sem er E3, E3 pluss þessi hér, við erum komið 6, E2 mínus E4, hann kemur á móti. Allt þetta á að vera saman sem 0. Ég ætla að snirta hana bara jafn óðum og þá get ég byrjað á næsta, sem er þessi félagi hérna uppi. Og ég ætla bara að byrja hér og fara hérna upp. Fyrsta sem ég sé er þessi -2 vaff x hér. -2 vaff x og fyrir síðan hérna á rekstafan R3. Þannig að ég segi pluss 2 E3 mínus gaurinn sem kemur á móti sem er þessi tilviki E2. Allt þetta saman sem 0. Sami dýtlu áðan, vaff x. Hvað er vaff x? Það er -4, E2 -5, eða einfallega minus E2 pluss 20. Og munið þið bara að þegar við fórum hér upp, að þá fundum við þetta hérna sem vaff x, en í rauninni er spennan á vaff x í hina áttina, þannig að við þurfum að setja mínus hér fyrir framann, því að vaff x er definuð að hún er pluss hérna uppi og mínus hérna niðri, en við tókum það öfugt hérna, þannig að við þurfum að leiðrétta það hérna niðri. Höldum áfram og stingum þessum hérna bara í staðan fyrir hennan hér. Við fáum -2, -4, E2 pluss 20 og við getum einfaldað þetta og út úr þessu ætti þá að koma 6 E2
pluss svona. Þannig að hérna erum við með full stytta jöfnu fyrir Moskva 3 sem er þessi hér. Seinasti Moskvinn og kalla hann bara Moskva 4 og ég ætla að byrja hér og ég ætla að fara hérna upp og fyrsta sem ég sé er þessi 6 ohm hérna uppi. Þannig að ég er með M4 hérna og 6 I4 mínus gaurin sem kemur á móti sem í þessu tilviki er I2 pluss ég fer hingað upp, hingað og þá er ég með hennan R4 hér. Það er þessi R4 hérna að hann er ekki tengdur neinum öðrum Moskva þannig að það dregst enginn frá honum. Þannig að ég er með 2 sinnum I4 og það er engin annar hér, hann fer bara hérna niður og hérna upp og aftur hringinn, þannig að það eru bara þessir 2 félagar í þessum Moskva og þetta hérna er sama sem 0. Aðeins að snirta þetta til. Þannig að hérna er ég komið 3 jöfnur, ég ætla bara að skrifa þær snöggvast upp. Svona, þá er ég komið 3 jöfnur með 3 óþekktum stærðum og ég get leyst þetta auðveldlega út með fylgreikningi og ég ætla ekki að vera að eyða tíma í myndbandinu og því að vera að reikna þetta út. En við fáum út úr þessu að I2 er 4,4 ampere, I3 er sama sem 6,6 ampere, I4 er sama sem 3,3 ampere. Ok, og hvað getum við gert við þessar tölur? Kíkja hans á myndin aftur. Við vorum að reyna að finna strauminn sem fer hér í gegn. Af hverju vorum við að reyna að finna hann? Af því að við vildum vita allt sem við þurftum í þessu hérna samhengi til þess að geta fundið í rauninni viðnámið. Þannig að núna vitum við spennuna, við vitum hæsta mögulega strauminn, þannig að við getum fundið í rauninni þetta viðnám hér. Og hver er straumurinn sem fer hérna niður? Það hlýtur að vera straumurinn sem fer líka í gegnum R4 og það er þá I4. Og hvað var I4 hjá okkur? Hann var 3,3 ampere. Þannig að í gegnum I4 hér, þá fara hér 3,3 ampere sem þýðir það að hann fer hérna niður líka og það er þá 3,3 ampere. Þannig að við erum búin að finna hæsta mögulega strauminn. Þannig að við getum einfaldlega til að finna hæsta viðnámið spurning hvort ég fái hérna pláss. Svona að við vitum að VAF er sama sem I sinnum R. Við ætlum að finna viðnámið, þannig að við segjum einfaldlega þevenin viðnámið er sama sem þevenin spennan deilt með hæsta mögulega straumi sem getur orðið þarna, eða í skamhlaup eins og það stendur kallað. RTH þetta er þá 20 deilt með 3,3. Þetta er lótabundið, þannig að RTH er það bil 6 ohm. Þannig að við erum búin að finna RTH að 6 ohm og það er orðið svolítið sóðalegt hérna. Ég ætla að teikna bara upp rásina aftur. Svona. Þannig að þefinin rásinn fyrir þennan pakka hér að hana má einfalda niður í þessa einföldu rás hér.